Hérna segir Helgi Hrafn, strákar, þið gerir hérna dæmigerð mistök, þið takið pistlinum annars vegar persónulega, þetta var ekki persónulegt bréf til neins ykkar, við þekkjumst ekki neitt, þetta er vandamál og ég er að tala um það. Ég hef ekki gert ykkur nokkurn skapaðan hlut með því að benda á þetta og hafa skoðun á því, þá fjallar þetta ekkert um meðlög eða ósanngjörn landslög. Það er ekki það sem ég er að verja, þannig að allt tala um ósanngirni kerfisins kemur málinu ekkert við. Auðvitað kemur það málinu við þegar þú ert að tala inn í hóp sem er beittur gríðalegu kerfislegu misrétti og ætlar að segja þeim að þeir sé ekki að standa sig nógu vel gagnvart konunum þegar að nánast allt þarna misrétti lagalega séð lendir á þeim. Þetta með skipta búsetu, að konur séu nánast undantekningarlaust lögheimilisforeldrið og það fái þar með miklu meiri fjárhagslegan stuðning og allan rétt og geti nánast oftast er það nefnilega þannig að konan getur ákveðið hversu mikið rétt kallinn færa börnunum sínum. Fólk gleymir því hversu ógeðslega mikið er það. Þannig að þú getur ekki komið hérna inn í kallahóp, messaði við mönnum það mál sem að einn hópur er beittur mestu óréttlæti þegar kemur á jafnrétti, bara þú getur tekið hvaða jafnréttismál sem er og þá er þetta tiltekna mál stærsta jafnréttismál á Íslandi í dag. Og aðilinn sem að vera undir í því, þú kemur ekkert inn í hann og messar yfir honum og ert svo bara geðveikt fúll yfir því þegar þú færð ekki lófatak fyrir það. Af því þú varst að reyna að skora stig, er að koma kosningar og ert að reyna að skora stig hjá einhverju femínískum aumingjum. Hin mistök er að taka sem alhæfingu sem þetta er ekki. Þú notar þetta sem alhæfingur, konur og kallar. Það eru alhæfingar. Þið takið þessu þannig. Vegna þess að það er auðveldara fyrir ykkur að hella úr skálum reiði ykkar yfir alhæfingu í staðinn fyrir það sem ég actually skrifaði. Ekkert hefur undirstrikað betur þörfin á þess heldur en viðbröðin hérna. Ég hef skrifað meira af svona pistlum í framtíðinni til ykkar hérna sem haldið að vegna þess að þið hafi lent í ykkur ósanngirni, þá sé allt bull. Þá sé allt bara bull sem miði að því að karlmenn eigi að haga sér eins og almennilegi feður. Aftur, ekki taka því persónulega, ekki taka því sem alhæfingu, taki því sem það er. Hann útskýrir ekkert hvað það er annað. Ef þetta á ekki við þig, ok, ekkert mál, þið þurfa ekki að sanna neitt fyrir mér. Ég veit ekki alveg hvað skal segja þetta, hann kemur hérna bara enn og aftur og hérna, ég ætla bara að lesa því sem að ég svaraði. Hérna kemur engin hroki og mansplaining í þessu svari. Ég svaraði, ekkert hefur undirstrikað betur þörfin á þessu heldur en viðbröðin hérna. Eða var þetta kannski bara heimskulegu pistil til að byrja með, að koma inn á hóp fyrir kallmenn og bauna yfir menn í því málefni þar sem hallar mest á annað kynið á nokkru vettvangi og halda svo að allir aðrir séu vandamálið þegar þú færð ekki það lóaklapp sem þú bjóst við. Hvílíkur hroki að halda að allir aðrir séu sjálfkrafa hálfvitar í staðinn fyrir að kannski, bara kannski, værir að mæta hérna með skítlélegt teik og þykja svo vera miklu betri en allir aðrir í leiðinni. Hérna segir Lúðvík Júlíusson, þessi maður er búinn að vera mikill meistari og ég vitnaði hann hérna áður. Helgi Hrafn, ég held að flestir feður vilji og óski eftir jafni ábyrgð og jafnri umgengni. Auðvitað eru svartir sauðir þarna inn á milli en almennt virðist viljinn skýr. Þeir óska eftir jafnri ábyrgð. Þetta er einmitt gott þarna að auðvitað eru svartir sauðir inn á milli. Fólk nefnilega gleymir því alveg að það eru margar lélegar mæður að núti og það eru lélegi feður. Fólk gleymir því rosalega oft hvað það er til mikið af ógeðslega lélegum mæðrum að núti. Alveg svo lélegum feðrum. Stóri gallinn er að bæði samfélagið og íslensk lög taka ekki vel í það. Þú ættir að þekkja það sjálfur á störfuðinum, skoðum nokkur nýleg lög. Lög bla 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 þjónustu við fötluð börn og foreldra þeirra. Lögin heimila aðeins stuðning til lögheimilisforeldris. Alþingi gerði ekki ráð fyrir því að ábyrgð eða umönnun foreldra fatlaðra barna væri jöfn og að þeir þyrftu báðir stuðning. Helgi Hrafn Gunnarsson greiddi þessum lögum atkvæði sitt. Vá, sjokker maður. Og þetta er eiginlega alltaf konurnar. Þær fá stuðningi fyrir fötlubörn, ekki pappanir. Lögin bla bla bla, farsældarlögin gera aðeins ráð fyrir því að lögheimilisforeldri sé aðili og þáttakandi. Ekki var gert ráð fyrir því í lögunum að börn væru viku og að báðir foreldrar væru virkir þáttakendur í uppeldi barnanna. Annað foreldrið, umgengnisforeldrið, er því án nokkura réttinda í lögunum. Helgi Hrafn Gunnarsson greiddi þessum lögum atkvæði sitt. Vá, er hann þvílíkt rúst. Skipt búseta barna, lögum þau, geri ekki ráð fyrir að réttindi beggja foreldra séu jöfn. Lögin fjalla aðeins fjárhagsleg atriði. Ekki er gert ráð fyrir því að ábyrgð foreldra séu jöfn. Lögheimilisforeldrið hefur enn eitt áfram öll réttindi en gert ráð fyrir því að það leyfi hinu foreldrinu að vera með.
Í lögunum átti að skoða mál betur sem sneru að fötluðum börnum, en það var að sjálfsögðu ekki gert. Helgi Hrafn Gunnarsson greiddi þessum lögum atkvæði sitt. Leikskólalög, grunnskólalög gera ekki ráð fyrir því að báðir foreldrar, búið þeir ekki saman, beri sömu ábyrgð og geti deilt ábyrgð saman. Þau veita í öllum tilfellum lögheimilisforeldri mun meiri réttindi en umgengnisforeldri, jafnvel þá forsjá sem sameiginleg. Á síðasta þingi voru alþingismenn í alvöru að leggja til að veikindaréttur fylgi barni, það þýðir að veikindaréttur verði bundinn lögheimili barnsins. Við það dregur úr möguleikum umgengnisforeldris að annast veikt barn. Meðflutningsmenn voru meðal annars Gísli Rafn Ólafsson og Halldór Mogensen, fellow Píratar hjá honum. Tillaga að lögum inngildandi menntun gerir ekki ráð fyrir því að báðir foreldrar séu virkir þátttakendur í lífi og stuðningi við barn. Allur réttur til stuðnings og þáttöku fer til lögheimilisforeldrisins, samkvæmt frumvarpinu, og enginn til umgengnisforeldrisins. Ég sendi fyrirspurn á barna- og menntamálaráðuneyti hvað þessi setning í lögum þýddi réttindi umgengnis- og stjúpforeldra og hvort réttur barnsins væri sá að það geti alltaf búist við því að fara til foreldra sem geti stutt í það í námi og þroska. Hlutverk, samstarf og verkaskiptingu foreldra og forsjáraðila í einstökum tilvikum gilda ákvæði barnalaga, laga þessari og annara sérlaga eftir því sem við á. Barna- og menntamálaráðuneyti gat ekki svara spurningunni og vísa henni til dómsmálaráðuneytisins, sem eru ekki enn geta svarað eftir heilt ár. Það eru því ótrúlegar hindranir í vegi feðra sem vilja vera með barnið í viku, sérstaklega ef barnið þarf stuðning eða eitthvað kemur upp. Meðal helstu sökudólga í að leggja hindranir í veg feðra Alþingi á síðustu árum. Alþingi ekki jafnréttissinnað og þingmenn almennt ekki mjög femínískir, samkvæmt þinni skilgreiningu. Femínisti spurði mig hvers vegna ég teldi mikilvægt að feður fengi jafnmikinn rétt til að annast börnin. Hennar skoðun var svo að feður væri að taka störf og ábyrgð af sterkum sjálfstæðum femínískum konum. Vonandi breytist viðhorf almennings og sérstaklega viðhorf alþingismanna, en það virðist lítið benda til þess. Ég hvet samt alla feður til að taka ábyrgð, berjast við kerfið og fá konur með okkur í lið, en þær eru margar hverjar mjög hræddar og óöruggar við þessar breytingar.